Já, þá komið að þættunum Kjaftstopp. Þetta umræðuþáttur þar sem við fáum til viðtals einn af forystumönnum þjóðlífsins og pöndum á hann. Og í þennan þátt höfum við fengið sjálfan forsætisráðherra Mörlands, Dodda Doddason. Velkomin í þáttinn, Doddi. Takk að þér í kvöld. Jón. Nei, ég heiti Doddi. Nei, ég heiti Jón. Já, sæll. Sæll. Nú lofaðir þú fyrir síðustu kosningar að lækka skatta á almenning. Nei. Jú. Nei. Ég sagðist alltaf að lækka skatta. Já, en nú hafa skattar hækkað. Nei. Jú. Nei, skattar hafa lækkað. Býtu, er þið stætt á að halda því fram þegar allur almenningur stendur frammi fyrir því að skattar þeirra hafi hækkað og séu jafnvel að fara að hækka enn meir? Já, auðvitað minnst þetta því. Ég sagðist alltaf að lækka skatta og það hef ég gert. Ef maður segist alltaf að lækka skatta og mennir maður sjálfsögum að minnka heildar skattatekjur ríkissjóðs og ef ég lækka skatta af hátekjufólki og atvinnurekendum og hækka skatta á almenning og þannig að skattar í landinu hafa lækkað samanlagt. Býtu, áttu við þú hafðir aldrei ætlað að lækka skatta á almenning? Sagði ég það einhvern tímann? Að þú ætlaðir að lækka skatta á almenning? Já. Kannski ekki beint, en manni skildist það svona á þér. Ég get ekki gert að því þú einhverju miskilji mig og rangtúlkið sem ég segi. Sko, þegar maður lofar að lækka skatta þá hlýtur það að vera skilið sem svo að maður ætla að lækka skatta almennings, ekki einhver aðstöðugjöld og stórfyrirtæki og hátekjuskatt. Er það ekki skattur? Jú, en... Sko, er það ekki vísvitandi að slá ríki í augu almennings að lofa skattalækkunum án þess að útfæra það neitt nánar og þykja svo hafa efnt þetta lofvort þegar maður hefur hækkað skattin á almenning og lækkað annan skatt? Af hverju ætti það að vera það? Af því að það skiptir ekki máli. Nú varst þú borgarstjóri. Já. Og nú notaðir það mikið í kosningabaráttunni hvað þáverandi ríkisstjórn hafði hækkað skatt á almenning mikið. Já. Samt hafði á sama tíma skattur hvergi hækkað eins mikið og í Reykjavík undir þinni stjórn. Já. Og nú stendur þú hér sem forsætisráðherra árið 1992. 3. Og 93. 93? Já. Nei, það er 92. Ekki lengur því að breytt. Var því breytt? Já, Karl minn, þú fylgist bara ekki nógu vel með. Jón. Ég heiti Jón. Já, ég myndi það. Hvernig var þessu breytt? Breyttu því í morgun, það þurfti að redda fjárlögunum. Býtu, og hvað, voru áramót? Það voru áramót í dag. Akkur var þetta ekki auglýst? Það er verið að spara, það er hægt að skera niður, líka í auglýsingakostnaðinn sem opinbera, ekki verið auðvitað leið. Og verða þá engin áramót til almenningi? Það verða allir að leggja sitt mörkunum, það er erfiðir tímar. Býtu, er ekki fulllangt gengið að hafa meira að segja áramótin af almenningi á sama tíma og þeirra aðilar í þjóðfélaginu sem mest hafa umleikis er að fara að njóta aukinna skattaívilnana? Það er hægt í ári hjá öllum, allir verða að taka sig á. Fólk verður að sjá það að því þeir ekki lengur eyða á spenna og að ég grípi fram í fyrir þú hefur einmitt lagt á þetta ríka áherslu að nú séu krepputímar. Krepputímum fylgir atvinnuleysi og allar tölur sína slíkt leiðir af sér fleiri glæpi, meira ofbeldi, eiturlyfjaneyslu og mannlega niðurlægingu. Nú hefur til dæmis komið í ljós að þeim tilfellum sem leita til unglingaheimilis ríkisins hefur snar fjölgað. Er ábyrgum stjórnmálamanni stætt á því að tönnlast svona sífellt á þessu krepputali á sama tíma og ekki snertið stórfyrirtækjum sem greiða jafnvel hundruðir milljóna í arð á hverju ári? Þegar málið skoðið í víðara samhengi, þá kemur það... Hvað varst að segja? Varst að segja ofbeldi, eiturlyfjaneysla og glæpir hafi aukist? Já, mannleg niðurlæging í kjölfar atvinnuleysis. Bittu. Áttu við að fjöldi fólks sem jafnvel að líða neyð út á ástandinu? Já. Þessu höfum við þetta aldrei. Hverjir? Þeir í flokknum. Já. Það er eitthvað bogið við þetta. Hey. Þeir hafa það náttúrulega allir svo gott. Þetta er alveg svívirðilegt. Það er náttúrulega þeirra hagur að halda alþýðinu niðri. Það verður að gera bylting. Nei, Doddi, er það ekki full mikið? Nei, það þýðir ekkert annað. Það verður að gera bylta þessum maðgetna kerfi. Þessari enga hagsmunagæslu auðvaldtaflina í þjóðfélaginu. Doddi, viltu slappa? Nei, ég slappa sko ekki það. Orðráninu verður að linna. Framhjáðir menn í þúsund löndum sem Doddi!